En við ætlum að byrja á deilum það hvort fara eigi fyrningarleiðina í sjávarútvegi og hann Sigmar Guðmundsson ætlar að taka nú við. Litlar líkur á því að stjórnvöld og útvegsmenn nái sáttumiklar breytingar á fiskveiðistjórninni þrátt fyrir að sérstök sáttanefnd eigi að skila af sér í næsta mánuði. Útgerðarmenn ræða það nú sín á milli að sigla flotanum í land ef ekki verður hætt við fyrningarleiðina og hefur stjórn LÍÚ samþykkt að undirbúa það ef í hart fer. Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ og Ólína Þorvarðardóttir varaformaður sjávarútvegsnefndar Alþingis. Þau eru hingað komin, verið velkomin. Takk. Við skulum kannski byrja á þér, Friðrik, þá fjallað þetta mál í fréttum Stöðvar 2 í gær og þar kom fram að þið hafið gert stjórnvöldu það algjörlega skýrt að þið eru tilbúnir í mjög hart ef þangað fer og flotinn geti jafnvel farið í land. Já, það væri náttúrulega skrítið ef við hefðum ekki kannað þann möguleika á samt öðrum, en auðvitað er þetta neyðarbrauð og neyðarúrræði sem við auðvitað vonum að koma ekki til og það er rétt að taka það fram að það auðvitað engin svona ákvörðun verið tekin og þetta er auðvitað ákvörðun hvers og eins útvegsmanns, en það sem við höfum ákveðið, að stjórn LÍÚ hefur ákveðið, er að fara í nauðsynlega undirbúning til þess að hafa það klárt ef að þessi ákvörðun er tekin. Og það þarf auðvitað, eins og ég segja, það þarf að fara yfir það með hverjum útvegsmanni fyrir sig, starfsfólkinu og auðvitað kynna þetta af hverju menn fara í þetta ef það verður. Þannig að vonandi kemur ekki til þess og menn ná nú að snúa þessu á rétta braut. Og það er náttúrulega andstaða útgerðarmanna við fyrningarleiðina sem að veldur þessu. Hvað segir þú við þessu útspili útgerðarmanna? Ég meina, sumir hafa kallað þetta hótun, gengur þú svo langt að nota það? Já, auðvitað er þetta hótun. Ég meina, það er ekki hægt að halda því fram að þetta sé eitthvað neyðarbrauð. Útgerðarmenn hafa ekki látið á það reyna þessar sættir sem þeim standa til boða. Þeir hafa haft aðgang af þessari viðræðunefnd sem að sjávarútvegsráðherra skipaði hér í haust, sem að hefur það hlutverk að komast að samkomulagi eða gera einhvers konar tillögu til stjórnvalda framtíðarfyrirkomulag fiskveiðistjórnunar. Þeir fóru út úr þessari nefnd miðjan nóvember og þeir hafa ekki tekið til starfa í henni aftur. Þeir hafa ekki látið reyna á sáttina, þannig að það er svolítið einkennilegt að heyra þá halda því fram núna að þetta sé eitthvað neyðarúrræði sem þið sjáu enga aðra leið í stöðunni heldur að sigla flotanum í land. Hvernig geta menn þá brugðist við þessu ef að þessi staða kemur upp vegna þess að við erum þá að tala algjört stopp í samfélaginu ef að þessi staða kemur upp? Ef að menn ætla nú að láta reyna á svona ótrúlega hótun, á hverjum bitnar það? Það bitnar á sjómönnunum sem þeir senda heim, það bitnar á verkafólki í landi, þetta bitnar á þeirra eigin fólki. Og þetta væri náttúrulega þá bara ekkert annað en hryðjuverk gegn atvinnulífinu. Auðvitað hlytu stjórnvöld ef út í þetta færi að bregðast við og svara þá að fullum þunga. En ég trúi því ekki á þessari stundu að menn láti sér dreymum eitthvað í þessari líkingu. Já, ef að flotinn siglir í land, þá sé ég ekki aðra leið fyrir stjórnvöld heldur en að sjávarútvegsráðherra einfaldlega taki þessi 150.000 tonn og deili þeim út til annarra skipa sem núna eru utan kvótakerfis og eru ekki inn í LÍÚ og smærri skipa. Ég hugsa að sé bara fjöldi skipa á Íslandi sem myndu fagnandi sigla á miðin til þess að nýta þessar aflaheimildir. En nú erum við að tala í viðtengingarhætti vegna þess að ég trúi því ekki að LÍÚ ætla að láta á þetta reyna. Þetta er bara stríðsyfirlýsing og hún er algjörlega órökrétt miðað við þá stöðu sem uppi er í málinu. Málið er það, Friðrik, að menn hljóta náttúrulega hlusta svolítið eftir því þegar þið ræðið þetta inn á stjórnarfundi og þegar þið eru farnir að undirbúa það ef til þess kemur vegna þess að þið eruð ekki bara eitthvað fólk út í bæ, þið eruð, hvað var að segja, þið haldið utan kvótan og þið veiðið fyrir okkur verðmætin, komið með þau á landi og allt þetta. Það er mikla ábyrgð. Já, í því ljósi hlýtur að mega að segja að þetta sé kannski svolítið glannarleg yfirlýsing í ljósi afleiðingarna sem þetta ekki haft og ég meina, hvað segir þessi viðbrögð að það komið til greina að kvótanum er þá bara úthlutað frá ykkur? Ólína talar hótun. Þeir einu sem hafa hótað eru stjórnvöld, því að þau hafa komið fram með leið, algjörlega óútfærða, sem að gengur að fyrirtækjunum dauðum og það er okkar ábyrgð að láta það ekki gerast. Og það væri nú gaman, fyrst við erum að tala um það, hvað er þessi fyrningarleið sem menn er að tala um? Það er sem verið að tala um það að taka veiðiheimildirnar af fyrirtækjunum ef við skildum rétt á 20 árum og væntanlega bjóða þær upp, það er það sem við skiljum svona helst. Það væri nú gaman að heyra það frá Ólínu hvað felst í þessu, ef þetta er rangt þá væri gaman að vita það. Og við skulum aðeins velta því fyrir okkur hvernig þessi ákvarðana tekin. Ef ég skil það rétt, að þá kom saman hópur á aðalfundi Samfylkingarinnar og tók þessa ákvarðana að leggja það til að þetta veri stefna flokksins. Og það var samþykkt. Ég vil spyrja Ólínu hvort að það veri einn aðili sem starfar í sjávarútvegi sem kom að þessari ákvarðan
Síðan vil ég spyrja hvort að það hefði verið metið á einhvern hátt fyrir eða eftir að ákvörðunin tekin hvaða afleiðingar hún hefði. Í fyrsta lagi þá náttúrulega einfalda spurninga, já eða nei. Það sem að Friðrik J. kallar hér hótun er loforð beggja stjórnarflokkana sem var borið fram fyrir síðustu kosningar að breyta íslensku fiskveiðistjórnarkerfi og mynda og skapa sanngjarnar og eðlilegar leikreglur í þessari atvinnugrein. Hrunið kenndi okkur margt og eitt af því sem fólk áttaði sig á var það að það þyrfti að breyta leikreglunum í sjávarútveginu. Reyndar hefur verið ágreiningur þessa atvinnugrein allar götur frá því að kvótakerfinu var komið á. Hafið þið kannað afleiðingarnar af þessari leið eins og hann Við bárum þessa stefnu okkar fram í síðustu kosningum og fengum umboð til þess að framfylgja henni og þess vegna náttúrulega þetta loforð fyrningarleiðina, það inn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. En hafið þið kannað afleiðingarnar vegna þess að það það sem útgerðarmenn segja? Þið hafið farið af stað með þetta án þess að reikna það út hvað áhrif þetta hefur og þetta muni setja öll útgerðarfélög sem eru starfandi núna á hausinn. Það bara alls ekki rétt. Þetta mun ekki setja eitt einasta fyrirtæki á hausinn. Markmiðið með þessu náttúrulega fyrst og fremst það að skapa sjávarútveginum eðlileg rekstrarskilyrði og skapa sátt í samfélaginu þetta kerfi sem að við skulum ekki gleyma því hvernig það tilkomið. Þegar kvótakerfinu komið á 9. áratugnum þá bara tekin ákveðin pottur, veiðar höfðu verið frjálsar fram að því. Pottinum skipt á milli þeirra sem voru í útgerð á þeim tíma, þeir fá veiðiheimildirnar endurgjaldslaust í hendur. Síðan hafa þessar veiðiheimildir gengið kaupum og sölum og sem leiguvarningur milli manna. Sem mitt kjarnin í rök sem útgerðarmann það sé ekki að taka á þeim kvóta sem þeir hafa keypt. Þeir hafa ekki keypt, þeim var úthlutað þessum potti og það mjög auðvelt að sýna fram á það að þau sjávarútvegsútgerðar sem hafa skipt hendur sem hafa skipt hendur. Kjarni málsins sá að síðan hafa aðrir þurft að kaupa sig inn í greinina af þeim sem að fengu þessar veiðiheimildir úthlutað í upphafi. Þetta var gjöfin sem að þjóðin færði þessum atvinnurekendum, þjóðarauðlindina til meðhöndlunar. Þjóðin á hins vegar þessar veiðiheimildir og það grundvallaratriði. Það sem þeir eru kannski að segja þið hafið ekki kannað nógu vel afleiðingarnar og það var það sem að var að spyrja hafið þið látið reikna þetta út, hafið þið látið skoða þetta vissulega hefur verið lagt mat á það en hins vegar var strax sagt það þarf hins vegar að nást sátt þetta annars vegar við atvinnugreinina sjálfa hins vegar við þjóðina. Þess vegna var þessi viðræðunefnd sett á laggirnar sem tók til starfa í haust sem útgerðarmönnum var boðin aðild að. Það var að reyna að vinna þetta mál í sátt við þá sem eiga hagsmuna að gæta. Er það ekki bara hræðsluáróður hjá ykkur að halda þið fram að hér fari öll útgerðarfyrirtæki á hausinn ef þessi leið farin vegna þess að það kemur alltaf eitthvað á móti og það hefur margoft verið talað það hinum megin frá að það getur komið eitthvað á móti. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega óábyrg ákvörðun sem tekin og Ólína hefur náttúrulega sagt að hún segir það ekki. Það var ekkert mat lagt á það hvað áhrif þetta hefði. Það var enginn sem starfar í sjávarútvegi sem kom að þessu á landsfundi Samfylkingarinnar. Síðan það þannig að auðvitað hefum við látið gera úttekt á þessu, vandað úttekt og enginn hefur hakið hana sjálfsög ekki og ég meina það þarf enga úttekt keypta sérfræðinga til þess vegna þess að allir sem starfa í sjávarútvegi og reka þessi fyrirtæki vita hvað þetta þýðir og það bara þannig ef við tökum dæmi til dæmis bara af venjulegu fólki okkur að ég væru teknar af okkur tekjurnar en við erum skilin eftir með skuldirnar og útgjöldin við þurfum að lifa að þá vita allir hvernig fer. Þetta ekkert flókið og það engin tilviljun að það hvergi í heiminu sem þetta hefur verið gert með þessum hætti. Þannig að þetta það sem við stöndum frammi fyrir. Við megum ekki láta þetta gerast. Stjórnvöld megi ekki láta þetta gerast. Og núna þegar stjórnvöld sjá það að þetta ófærleið, þá eiga þau að koma með okkur í að gera þær breytingar á fiskveiðistjórninni sem við getum gert án þess að setja hérna allt á hliðina. Já, en þetta nú samt ekki ófærri leið af það að þeirra mati að þau eru nýbúin að árétta þessa stefnu sína og vilja meira segja að öll umframveiði umfram það sem núna í kvóta verði boðið upp, farið sem sagt ekki inn í kvóta. Við erum búin að taka okkur skerðingar núna mikið útvegsmenn til þess að byggja upp fiskistofnana, að sjálfsögðu. Því að við ætlum að njóta þess með þjóðinni þegar ganga betur aftur.
Þannig að það þýðir ekki að koma núna og segja þið megið taka skerðingar, þannig þið fáið ekki aukninguna. Við höfum keypt veiðiheimildir eins og Ólína benti réttilega á hérna fyrir stórar fjárhæðir og sennilega við kannum það síðast þegar kannað þá erum 200 milljarðir í bókum félagana keyptar veiðiheimildir. Þetta verður að borga tilbaka, við höfum skyldur við lánardrottna. Þannig að þetta bara mál sem að við verðum að komast út úr og því fyrr því betra. Atvinnugreinin er allir í uppnámi. Það ágætt að Friðrik nefndi lánardrottna. Og við verðum að komast út úr þessu, við verðum að hjálpa stjórnendur við þetta, þau eru komin í ófæru og þau verða að snúa við svo að með farist ekki. Býtu, kjarnin í þessu sá hvort að fyrirtækin lifi þetta af. Hann fullir að svo sé ekki. Fyrirtækin að sjálfsögðu lifa þetta. Já, þetta er náttúrulega bara... Hvernig gera það? Vegna þess að þú ert að taka, í fyrningarleginu, þú ert að taka 5% af veiðiheimildurum á hver einasta ári. Þú ætlar að fyrna þetta alltaf 20 árum. Hvernig eiga fyrirtækin að fá tekjur á móti? Við erum náttúrulega ekki að tala það að taka þetta af útvegsmönnum í þeim skilningi að þeir fá aldrei að veiða þennan fisk. Nei, þeir þurfa að kaupa þetta aftur. Það er verið að tala að finna leið til þess að færa það sem þeir kalla sína eign með óeigandi hætti yfir í þjóðarsjóðinn. Það er enginn sem efast að þjóðin stjórnar því og þingið stjórnar því. Við erum að tala það að breyta því sem þeir kalla eignarétt yfir í nýtingarétt eða atvinnurétt eða hvaða orð sem við köllum það. Það er bara grundvallaratriði að eigandi auðlindarinnar fái eðlilegan arð af sinni eign og það er það sem þetta mál snýst Eigandi fiskveiði auðlindarinnar er þjóðin. Það er skýrt samkvæmt 1. grein fiskveiðistjórnarlaga. Það er ekki verið að tala að taka þetta af neinum. Það er verið að tala að færa þetta til. Það er verið að tala að færa þetta til og komast að samkomulagi við útvegsmenn það hvernig að þeirri tilfærslu verði staðið. Svo er líka athyglisvert og ágætt að Friðrik skildi nefna hérna lánardrottna. Við skulum aðeins velta því fyrir okkur. Útskýrðu fyrst útfærsluna á þessu. Nei, það er ekki mitt að útfæra það. Það er viðræðunefndarinnar sem að útvegsmenn eiga núna sem að útvegsmönnum stendur til boða að sitja þar við borðið og taki sáttahönd hjá stjórnvöldum. Stjórnvöld hafa alltaf viljað fara mildu leiðin í þessu máli. Stríðsyfirlýsingin kemur frá útvegsmönnum, ekki frá stjórnvöldum. Þá langar mig að spyrja þessum sömu mönnum og hafa skuldsett þessa grein upp í topp, nota fiskveiðiheimildirnar, veðsett þær, gert þær að stofni í erlendum skuldum. Skuldastaða sjávarútvegsins núna er á milli hvað? 600 og 900 milljarðar. Það er ekki talað um 500 milljarðar, en hérna... Það segja þeir. Oft er talað um 500 milljarðar og þetta er náttúrulega svolítið höggstaður á ykkur. Að skuldsetningin í greininni er alveg yfirgengileg og hún er ekki alltaf rökrétt. Já, við skulum, það er auðvitað í sjávarútvegsins og annars staðar að menn hafa ákveðin aðeins hafa keypt og dýrt og fjárfest, menn keypti í bönkunum, alveg eins og ég átti í bönkunum, ég á ekki í það núna, sem betur fyrir ekki minna skuldir. Þannig að það er ekki nýtt að sjávarútvegsfyrirtæki eins og aðrir keyptu í bönkunum vellausar eignir núna. Þannig að við sitjum með það. Einhverjir keyptu líka veiðiheimildir í bólunni of dýrt. Þeir sitjum með það. En það fólk á kannski ekki verðmæti sín öll að þakka kvóta sem að menn upphaflega var úthlutað. Það er eins og þú bentir á, það er búið að kaupa þessa veiðiheimildir meira með allar og sumir eru búin að kaupa meira en að hafa núna vegna þess að það hefur verið tekið að þeim. En það sem er mjög mikilvægt í þessu máli er það, ef þetta er allt misskilningur, þá er náttúrulega mjög sérstakt að það ekki komið fram áður ef á ekki að taka af okkur veiðiheimildirnar. Hafið þið raunverulega verið að hlusta? Það sjálfsögðu, þetta er alveg einstakt, en þetta er nú bara mjög gott, en getum við fengið þetta staðfest á samningunni? Ég er ekki sjávarútvegsráðherra og ég stýri ekki þessari viðræðunefnd. Ég er bara að tala að það sem hefur upphaflega verið hugmyndin með þessum breytingum er það að breyta því sem þeir kalla eignarétt yfir það sem við myndum kalla nýtingarétt. Nú langar maður að spyrja ykkur þjóðin haldi eign sinni. Mér langar að spyrja ykkur örstutt í lokin, þetta er ein setning á mann. Sjáu þið sátt eitthvað annað heldur en það sem þið viljið? Já, því að það er alveg ljóst og við köllum þessa nefnd sáttanefnd og gáum þetta nafn vegna þess að það er margt í kvótakerfinu svo kallað sem má breyta. En þið takið samt ekki fullt þátt í störfum hennar? Já, án þess að það er vegna þess að við fórum í þessa nefnd alveg með skýr markmið og gerðum það alveg ljóst að við varum ekki að fara í þessa nefnd til þess að útfæra það hvernig þetta að grafa þessi fyrirtæki. Það með fyrningarleiðinni. En það eru ýmsar aðra breytingar sem þetta gera. Til dæmis að þá hefum við lagt það til við stjórnvöld árum saman að menn
drægi úr þessu svo kallega leiguframsölu, þar sem menn að í staðin fyrir að veiða kvótana sína sjálfur að leigja það frá sér. Kemur til greina að sættast við útgerðarmenn einhverja leið? Þeim hefur alltaf staðið til boða þessi sátt. Þeir eru þeir eini sem hafa haft í hótunum og hótanirnar standa ennþá. Þeir verða auðvitað að láta af þessum hótunum, koma aftur að borðinu ef það á að vera einhver leið að ná sátt þetta mál. Við skulum sjá til hvernig það fer. Ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir að koma í Kastljós.